Sko, ég held að fjárhagslegt frelsi sko eiga eða þú veist þéna nóg eða vera búin að spara nóg til þess að hafa það örugglega bara svolítið gott sko. Það er að segja þurfi ekki að hafa áhyggjur af þú veist nauðsynja vörum og hlutum sem maður þarf bara þú veist þak yfir höfuðið og hvernig maður kemst milli staða. Að fólk sem hefur fjárhagslegt frelsi geti þú veist leyft sér allavega þú veist afþreyingu og fleiri þeim dúr án þess að þurfa að hafa áhyggjur. Eins og börn hafa ekki fjárhagslegt frelsi. Ég til dæmis 19 ára. Þannig að ég eiginlega bara nýkomin með þú veist rétt til að ráðstafa öllu sem að ég fæ, eins og ef ég myndi eitthvað þá hef ég ekki fjárhagslegt frelsi til að eyða því öllu skilji mig. Nei, er það ekki einmitt líka bara málið að vera ekki bundin við einhverja reikninga og vera fastur þar einhvern veginn? Ég held að getum öll verið sammála það að við viljum ekki að peningar stjórni hvernig okkur líður eða hvernig við lifum lífinu. Það getur verið mjög kvíðavaldandi að vera stanslaust að hugsa peninga. En við viljum ekki að peningar stjórni okkur, heldur viljum við stjórna þeim. Já, margir halda að fylgi mikil hamingja að vera ríkur. En rannsóknir hafa sýnt að fjárhagslegt öryggi í raun og veru allt sem við þurfum. Hér á eftir koma 5 skref sem að þú getur tekið í áttina fjárhagslegu frelsi. Hvers vegna er mikilvægt að losa sig við neysluskuldir? Það er í rauninni vegna þess að það eru mjög háir vextir á neysluskuldum en líka bara vegna eðli neysluskulda. Það er þá þannig að þú ert í rauninni að kaupa hlut strax í staðinn fyrir að bíða í smá tíma með að safna fyrir honum og kaupa þá seinna. Og það er oft þannig að leið þú byrjar að þá kannski fer það upp í rútínu að gera það þannig sem að veldi því að þú átt erfiðara með að spara fyrir hlutunum. Get ég sparað á sama tíma og ég er að greiða niður neysluskuldir? Sko ef þú getur það, þá er það frábært. En ég myndi hugsa að besta leiðin væri að greiða neysluskuldir eins hratt niður og hægt er. Þetta eru yfirleitt mjög dýr lán. Og ef þú getur það á sama tíma, greitt hratt niður og sparað í leiðinni, þá væri það alveg rosalegu kostur. En oftast er það þannig að fólk getur það ekki og þá myndi ég segja að settu meiri metnað í að greiða neysluskuldina hraða niður. Og þegar þú ert í rauninni búin að losna við þær, þá getur þú sett sömu fjárhæð og notað til að greiða þeim yfir í að spara og getur það mögulega að spara hraðar. Já. Myndirðu mæla með að hafa varasjóð? Já, allan daginn myndi ég mæla með að vera með varasjóð. Og hvað myndi maður vera með mikið inn á svona varasjóð? Sko, það er rosalega persónubundið. En ég myndi halda kannski svona að lágmarkið væri kannski 50 til 200.000 eftir bara hvernig fjárhagsstaðan þín er. En ég held að það sé rosalega mikilvægt að ef eitthvað kemur upp á að þú hafir einhvern varasjóð til að leita í staðinn fyrir að leita strax í neysluskuldir. Því eftir eins og ég hef sagt að þær eru mjög dýrar. Þannig að þú ert kannski með tvískiptan varasjóð. Einhvern sem þú getur hlaupið í ef eitthvað kemur upp á, en síðan einhvern sem þú ert með aðeins meira svona fastan, sem þú ert að safna til lengri tíma. Það er staðreynd að það klikkar alltaf eitthvað. Bíllinn bilar, þvottavélinn bilar, gamli ísskápurinn gefur upp öndina. Já, eða þú bara hreinlega missir vinnuna. Þá er rosa gott að eiga pening sem er bara merktur þannig tilfellum. Ég er ekki með varasjóð, sko. Ég keypti íbúð daginn og allt í einu er ákveðið að fara í framkvæmdir á húsinu. Þannig að ég myndi segja að 200.000 kall á mánuði í svona varasjóð er mjög gott að hafa í nokkra mánuði, sko. Ég eins og ég sagði, 19 og bjó heima hjá foreldrum mínum en vann hún kaup mér íbúð. Svo þú veist, varasjóður minn var alltaf bara að leggja inn á lokaða reikning fyrir íbúðakaupin en núna hugsa ég að ég mun alltaf vilja vera með, eins og hann var að tala út á viðgerðum og svoleiðis, vera með á opnu reikning. Það breytist alltaf leið að koma í íbúða því að það er svo, og bíl og svoleiðis sem maður þarf að borga af. Ef þú býr heima hjá foreldrinu þá kannski nóg að vera bara 200 skall en núna myndi ég vilja hafa kannski $500.000 til $1 million inn á bara svona reikning bara svona ef eitthvað bara skildi koma upp á bara springur lögn eða bitina eyðileggst eða eitthvað. Það er alveg nauðsynlegt, sko. Já. Þetta setur allt í kerfið, sko, bara peningalega. Já. Já, ég varasjóður. Ég ætla ekki að segja neitt það. Ef eitthvað brestur er hægt að leita í þennan pening í staðinn þess að fá kannski lána hjá foreldrum eða vinum, já eða hreinlega þurfa að taka skammtímalán. Það að vera öruggur ef eitthvað af okkar helstu nauðsynjum bresta er risastórt skref í áttina að fjárhagslegu frelsi.
Finnst þér ungt fólk hugsa mikið tryggingar? Mættu hugsa meira, ætla ég að segja. Því að oft tryggingar eru þannig þegar það ætla að bæta menn í fjárhagslegt tjón. Og þegar menn eru ungir og ósigrandi þá gera menn ekki ráð fyrir áföllum. Og áföllin þetta gerir ekki búið undan sér. Og eins og ég segi, þú átt bíl og ég meina það lendir í árekstri og ert þá ekki með kaskotryggingu og þá tjónið allt hjá þér. Þannig að það eru þessi hlutir sem að fólk þarf auðvitað að huga að. Já, það getur auðvitað verið svolítið sjokkerandi að átta sig á því að þegar við hættum að vinna, þó við séum búin að borga í lífeyrissjóð alla okkar ævi og þeir standi fyllilega skil á sínu, þá kerfið þannig að maður lækkar í launum að öllum líkindum þegar maður hættir að vinna. Þú ert ekki að halda sömu tekjum og þú varst með út á vinnumarkaði þegar kemur á starfslokunni. En það eru ýmsar leiðir til að bæta úr stöðunni, til dæmis með því að vera með séreignarsparnað eða það sem í daglegu tali kallast viðbótar lífeyrissparnaður. Ég ekki viss, en ég meina þetta eitthvað svona maður getur borgað í þennan sjóð, eða ekki, mánaðarlega? Ég skal hjálpa þér. Já, þess vegna erum við hérna saman. Annars... Já, það semst séreignarsparnaður, þetta í raun og veru svona besti sparnaður sem þú getur átt. Af því að til dæmis þegar þú vinnur sem launþegi, mátt þú ráða hvort þú leggur 2% eða 4% af laununum þínum inn á séreignarsparnað, þá bara alltaf tekið út og þú sér aldrei pening og launagreiðandinn, hann skyldugur til að greiða 2% á móti og svo þegar þú kaupir íbúð, þá færð þú þennan pening skattfrjálst. Ég sammála, ég tek undir þetta. Þetta var akkurat það sem ég ætlaði að segja mér. Ég kom ekki bara orðum aðeins og svona. Það getur reynst gott að hugsa fram í tímann, gera plön. Og það á líka við í fjármálum. Við erum alltaf einum leik á undan. Já, eða jafnvel bara mörgum. Já, það kemur nú vonandi að því að við náum að verða gömul og þurfum að fara að huga að starfslokum. Algengt að fólk á Íslandi hætti að vinna milli 65 og 70 ára. Og þá fáum við greiddan lífeyri frá lífeyrissjóðnum sem við höfum verið að borga í. Við tölum oft viðbótarlífeyrissparnað í rauninni sem launahækkun sem að enginn ætti auðvitað að segja nei við. Þú getur lagt fyrir 4% af þínum launum og ef þú gerir það að þá færðu, samkvæmt flestum kjarasamningum, 2% á móti frá launagreiðanda. Þannig að ef við tökum krónutölu dæmi, að ef þú ert með 500.000 í laun á mánuði, að þá þýðir það að 20.000 af þínum launum fer beint í sparnaðinn, en til viðbótar að þá ert að fá 10.000 á mánuði frá launagreiðandanum sem þú fengir annars ekki. Það getur verið skynsamlegt að gera ráð fyrir ákveðinni upphæð í skemmtun. Búa sér til svona skemmtusjóð. Þetta kannski nauðsynlegt atriði, en það getur verið sniðugt samt sem áður. Síðan eitt sem má í rauninni ekki gleymast og það að því að við erum öll metnaðarfull í okkar lífi og við erum öll að gera plön varðandi starfsframa og barneignir og húsbyggingar eða fjárfestingar í íbúðum og allt þetta sem að sjálfsögðu mjög skynsamlegt og skiptir heilmiklu máli að gera. En við megum heldur ekki gleyma því að gera plön eitthvað skemmtilegt. Og þá skiptir heilmiklu máli þegar að maður að setja upp sparnaðarplön að maður sé líka með einhvern ákveðinn sjóð til þess að þar sem maður að safna bara fyrir einhverju skemmtilegu. Og hugmyndin þar það í rauninni sú að maður geti gert eitthvað skemmtilegt, maður geti lyft sér eitthvað án þess að maður komi heim sturrblankur eftir á og þurfa að lifa á hafragraut í 3 mánuði til þess að kljúfa reikningana þegar maður kemur tilbaka. Að leggja fyrir áður maður fer af stað. Það er mikilvægt að muna að njóta lífsins. Það gleymist oft í öllum látunum. Ég meina við höfum öll áhugamál sem við verðum að rækta. Mér hefur alltaf dreymt að vera með að fljúga út á svona farrými með svona auka fótabloss. Já, það ekki ekki. Það draumurinn. Það sem svona frítt kannski, þú veist, maður getur fengið sér matinn bara frían. Já. Mér langar bara að fara til Asíu, ég hef aldrei komið til Asíu. Og mér langar líka að koma til Dubai, ég hef aldrei komið þangað. Það svona mitt drauma, eitthvað svona svolítið lúxus ferðalag. Systir mín hún að fara til Ástralíu. Hún var að sýna mér ferðaplanið hennar og það væri rosalega juicy að endurtaka þá ferð. Hún var til Bali og einhvern anskotan. Ég var alveg til að fara einhvern svona svipað Asíuferðinu henni, sko. Það var geggjað, sko. Sjá bara eitthvað spennandi dýr eins og krókódíla kannski. Já.
Já, það getur verið erfitt að horfa eftir peningunum í hinn og þessa sjóði, en þegar það er komið upp í vana, þá finnum við ekkert svo mikið fyrir því. Til þess að öðlast fjárhagslegt frelsi er mikilvægt að skipuleggja sig vel og hugsa nokkur skref fram í tímann. En þó má alls ekki gleyma að njóta lífsins. Þessi skref er alls ekkert heilug og kannski ekki auðveld, en með tímanum gætu þið hjálpað ykkur að öðlast fjárhagslegt frelsi.